Fara inn með myndavélina og sýna hvernig íbúðin lítur út. Hérna stofan. Áframi. Annars að fljúga frá. Ég vissi ekki að hann ætlaði að fljúga. Nadie posará prueba la seva teoria. Si es modo de la palmos, que sea el cambio avante. Eldhús. Ég láta hann ekki fljúga úti. Láta hann Herbergi. Klósett. Og annars herbergi. Hvað eru þið að gera? Game Boy. Hvað segirðu? Game Boy. Ég skal blása kútana eftir. Hoppa þarna í grunnu laugina, litlu laugina bara, á meðan. Timmi, skildi eftir... Ég skal blása í þetta, hvað er með þetta? Hjördís, þarf ekki að hoppa? Hvað sagði nú, komdu nú með fréttirnar? Þú mátt ekki vera að taka mynd af okkur, þetta er fá leyfi orðið í dag. Pabbi, það er ekki þeirra í kvölda, kíkja að þessu. Hvað? Þau? Kíkja að Ég er alveg saman hvað þú er. Nákvæmlega saman. Ég voru sagt að mynda mig að horfa úr.
Það er með krökkur. Þið eru rugluð. Hvað segir þetta? Hvað er að vera að gera í dag? Eru ekki að fara á strandina með Andru? En þú Timmi, hvað er að gera í dag? Eru bara að horfa á Skrýmbó? Ha? Í dag er 6-7 stig. Í 36-7 stiga hiti í dag. Spaghetti bolognese. Hvað hætti kokksins?
Það er minna bróðinu.
Ég heiti Súsanna Læknir og velkomin á Morgunsund Fjallheima. Daginn hitti ég Theodóru og hún bað mig að kynna fyrir Morgunsund þeirra. Látum sýninguna hefjast! Ókei, byrjum á því eins og vanalega að kveikja á kertum. Arndís, Hildur, Ingunn og Kristbjörg gera það. Ég kveiki á kerti fyrir hnakkarans skilning. Ég kveiki á kerti fyrir þjónustu við samfélag. Og næst erum við með lítið leikrit sem kallast Taka tvö og ég minni á að Ásgrímur Sverrisson, frændi minn, er með þáttinn. Halldóra, Ragnheiður, Yrsa, Harpa, Kristín og Marín eru með það leikrit sko. Mótinu okkar eru flest hjól. Let's get ready to rumble! Fyrst á svið kom Stöðlarhjónin. Þau Þorbrandur og Jósefína eru fötum frá 88 gráðu vestur. Takið vel eftir leggjum Jósefínu. Þeir eru glæsilegir, lagaðir og fínir.
þau Jófríður og Herbert í fötum frá Benson. En ég tilkynni ykkur að Herbert aðeins 18 ára en Jófríður rétt að vera 9. Eftir Brandur-hjónunum koma Tíbert-hjónin og með æði fyrir 10. Þau Rasmus og Lofthæna sem klæðast fötum frá Adidas og taki vel eftir töskunni sem Lofthæna ber. Og næst seinast eru Kaliberthjónin, Sigurlína og Jósafat, bóndi á Kaliberthóli í fötum frá Brekum. Seinust eru íþróttafríkir og takið vel eftir sokkunum þeirra. Lítið til hliðar. Næsta dagskrá eru sjálfboðaliðar Ragnheiður, Yrsa og Harpa hinnar frábæru. Írisi. Og Egill.
hvort annað, hann sem undan að klá skálina sína, hann sá hvað hann eigið. Þegar hún búin að skálina sína, það veitir hún. Hún að hitta upp í vinnuna honum, meðan hann að reyna að hitta upp í vinnuna henni. Jæja, krakkar, nú ætla ég að lesa ljóð fyrir ykkur. Hafið hérna alveg hljóð. Grautur og brauð. Krakkar, hver annaðins? Hvernig getið þið sýnt mömburinn? Það getur ekki, það er ekki auðvitað að stoppa því að hann hefur kæk.
head, man, fantasy, a refugee, got me back with the fools from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We need a whole club chase, walk by the sky in my eyes. Shit from me to his shine. It's a musical transaction. Go hope to vote for one, we snap rope refugees, run the seas, cause we on our own boat. I'm on tonight, my head's still there. I'm starting to feel you, boy. And when let's go, real slow. Baby, this is perfect. I'm on tonight, my head's still there. I'm starting to feel it's wrong. Your attraction, redemption. Baby, this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No pain.
Af og með svona, ekki koma hausinn minn. Ég er ekki búin að koma hausinn minn. Nej, det här är bra nog. Han är hoppad på. Heitir í ösku. Yeah, for this. Yeah, for this. Yeah, for this. Hoppa, jag faktiskt. Þetta er framma. Það er góður hljómur í haustum á frammu. Það får han En snurrbåt tror jag. En snurrbåt. Är det telefon? Nej, en snurrbåt. Du får mig. Ett för att du får. Ja, en för
þarna á mótninu. Ég var verið að segja það. En fólki veist ekki hvað sem er líka. En hann fæddist árið 1807. Dagur íslenskrar tungu ber upp á fæðingardag hans og stóra upplesturkeppnin í 7. bekk hefst formlega. Fæddist mánudaginn 16. nóvember 1807 að Hrauni í Öxnadal. Hann hefur löngum verið talið eitt ástralasta skáld þjóðarinnar fyrr og síðar og er dagur íslenskrar tungu látin bera upp á fæðingardag hans. Jónas var strax afkastamikill í sögu og ljóðagerð, má þar nefna Grasaberg sem kom út árið 1835. Hún er talin vera fyrsta smásagan sem samin var á íslensku. Og Stúlkan í turninum sem var fyrsta íslenska hrollvekjan, en hrollvekjur voru mjög vinsælar í Evrópu á þessum tíma. Meðal ljóða eftir hann má nefna Gunnarshólma og sonetuna Ég bið að heilsa sem var fyrsta sonetan sem samin var á íslensku. Jónas lést í Kaupmannahöfn 27. maí 1845 aðeins 37 ára gamall. Stúlkan í turninum. Einu sinni var fátækur fiskimaður og átti sér dóttur. Hún var ung og fríð. Eitt kvöld gekk hún niður í fjöru til að vita hvort hún sæi föður sinn koma að. Þá spruttu þar upp víkingar og ætlaði að taka hana og hafa hana burt með sér. En stúlkan flýtti sér og hljóp undan eins og fætur toguðu. Skammt í burtu þaðan var gamall turn og farin víða að hrynja. Enginn maður þorði að koma nærri honum
af því menn héldu að hann væri fullur með drauga og forynjur. En stúlkan var svo hrædd að hún hugsaði ekki eftir því, hljóp inn í turninn og hún stiga þangað til hún kom niður í jarðhús. Þar voru blóðslettur gólfið og járnhlekkir í vegginu. Hún hljóp í ósköpum framhjá þessu öllu saman og upp einn skrúfstiga og inn dyr inn í klefa í turninum. Þar sat stór og hræðileg ugla og starði á hana og brann úr augunum. Stúlkan sneri við og ætlaði að flýja, en í því bili datt stigið niður. Þú verður nú að vera hér, segir uglan. Þú skalt eiga full gott. Ég ætla að kenna þér að una betur nóttinni en deginum. Hér liggja nokkur epli. Þegar þú borðar eitt þeirra, þá fer af þér hungur og þorsti. Og hérna er rúm sem þú getur sofið í þegar þú vilt. Ég sef allan daginn og þá máttu ekki bæra á þér, svo ég hrökkvi ekki upp. Ellegar ég steypi þér út vindauga. Síðan flaug uglan í burt, en stúlkan satt eftir grátandi. Skömmu síðar kemur uglan aftur og hefur með sér mikinn hóp af leðurblökum. Þær fljúga allar fram hjá stúlkunni og inn vegginn rétt á móti vindaugunni. Hún stóð upp og fann á veggnum átthyrna smugu og ofinn yfir dordingulsvef. Hún gægðist inn þetta gat og sá það var langt í burtu svo í þoku, bjartan sal og allt ljómandi eins og sæi á silfur og gull. Og margar myndir í skínandi klæðum bæra sig til og frá. Og þetta starði hún langa stund þangað til dimmdi allt í einu. Síðan settist hún niður og hugsaði þennan fyrirburð. Litlu síðar flýgur aftur uglan og leðurblökurnar framhjá henni út vindauga. Þegar dagurinn kemur, uglan heim, sest í horn og fer að sofa. Stúlkan var að horfa út í dagsbirtuna, en svo var hún hátt uppi að ekki sá til jarðar, heldur aðeins loftið og ólgu sjóinn. Þegar hún svengdi, borðaði hún dálítið epli og var stödd af því. Síðan var hún syfjuð og hallaði sig út af. Á aflíðandi hádegi vaknaði hún aftur og horfði á loftið og sjóinn og illfyglið þar sem hún svaf. Hún satt grafkyrr og þorði ekki á sér að bæra þótti þetta leiðilega æði. Uglan vaknaði þegar fór að dimma og tók svo til orða. Hvort unir þú betur nóttinni eða deginum? Deginum, sagði stúlkan. Það flaug uglan út og sótti leðurblökurnar. Síðan fór allt fram eins og henni fyrri nótt og gekk svo nokkrar nætur. Nema hvað, allt var að færast nær og verða skýrara fyrir henni. Salurinn með ljósunum og fallegt fólk á björtum klæðum sem borðaði dýrar krás